Af hverju ætti ég að vera með viðbót á lífeyrissparnað? Í fyrsta lagi þá er viðbótarlífeyrissparnaður auðveldasta launahækkun ævinnar og svo ég útskýri það aðeins. Þegar þú borgar í viðbótarlífeyrissparnað þá verður vinnuveitandinn að borga 2% á móti sem hann myndi annars ekki borga, sem þýðir að þá bara instant launahækkun. En hvað með skatta? Er ég ekki að borga þá að háa skatta af viðbótarlífeyrissparnaðinum? Ef þú ættir hlutabréfasjóði eða skuldabréfasjóði eða slíkt, þá myndir þú þurfa að borga fjármagnstekjuskatt. En viðbótarlífeyrissparnaður og annar lífeyrissparnaður, hann er undanþeginn því sem að gerir viðbótarlífeyrissparnað mjög skattalega hagkvæman. En ef ég dey, þarf ég þá að tryggja sparnaðinn? Nei, sko, viðbótarlífeyrissparnaður, hann erfist. Þannig að þú þarft ekkert að tryggja hann sérstaklega. Hann bara fer til þinna lögverðingja sem er þá maki eða börn. Og það er ekki greiddur erfðafjárskattur heldur. Þannig að þetta er líka hagkvæmt hvað það varðar. En er þetta ekki bara vesen? Nei, sko, vinnuveitandinn sér að draga sparnaðinn af þér og leggja hann til þess vörsluaðila sem að þú ákveður. Eina sem þú ert að gera er bara að ákveða hvaða ávöxtunarleið þú vilt velja. Og hjá Almenna til dæmis þá getur þú valið á milli 7 mismunandi ávöxtunarleiða. Þú getur notað viðbótarlífeyrissparnað til að safna skattfrjálst upp í útborgunum fyrstu fasteign eða notað hann þá til að borga inn á höfuðstól lánsins á fyrstu íbúð. Eldsnögg upprifjun, hvað munum við viðbótarlífeyrissparnað? Auðveldasta launahækkun ævinnar út á mótframlaginu. Skattalega hagstæður, engin fjármagnstekjuskattur. Hann er erfist ef ég fell frá. Auðvelt sparnaðarform. Og maður verður að vera með viðbótarlífeyrissparnað ef maður ætlar að geta að spara skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign.